búin að næla mér í 3 meðlimi í metamótsnefndinni í ár og við ætlum aðeins að kanna hvernig metamótið stendur, hvar við skráum okkur, hvernig þetta fer fram, ljósaskeið, fljúgandi brokk, fljúgandi fet. Maður spyr sig, Bjössi, þú svarar þessu sem kannski fyrst. Mótið byrjar 5. september eða ekki? Jú, byrjar á föstudeginum. Og stendur fram á sunnudag. Já. Og það er mikið hátíð. Jú, mikið hátíð og reyna að hafa smikla stemming og hættir í þessu. Hvað er þeir sem skrá sig, hvernig verja því? Svona byrjum á því. Já, Margrét, hvernig er þetta? Það er opnað fyrir skráningu núna á 5. og verður skráð alveg fram á mánudag, sem sagt eftir helgina. 5. til mánudags, þannig að ámenn að vera einhverju vafa gott með að skrá sig, ámenn ekki bara að skrá sig það? Bara að skrá sig. Þetta verður skemmtilegt. Það er búin að fyrir mánudagskvöld. Og bæði sem sagt opinn flokkur og áhugamannaflokkur í A og B flokk og töllkeppni í opnum flokki. Og er ekki forstjóratöld líka, Bjössi? Ert þú ekki forstjórinn? Jú, það er forstjóratjöld og það fer fram á sunnudaginn, það ekki? Jú. Já. Og ljósaskeiðið, menn eru margir spenntir fyrir því að þú farið hérna fram í mörg ár. Hvernig fer það fram? Hvernig er ljósaskeiðið? Þú getur aðeins útskýrt það fyrir mér. Það er á laugardagskvöldinu, það ekki? Og byrjar klukkan 9 yfirleitt. 9 yfirleitt. Það fer eftir skráningunni og það er bara ljóskastara stilt upp með veginum, sikkurum veginn, öll ljós slökkt og svo er þessu bara startað og menn fara eins rætt og þau geta framjá. Og bílarnir þeir bönnuði í kring á sama tíma því við viljum ekki sjá ljós af bílum sem trufla bæði hesta og menn. Er búið að ræða við Kópavogsbæ að sláka ljósin? Við gerum það bara sjálfur. Já, ég gera það bara sjálfur. Forstjóratöldið, er búið að skrá einhverja forstjóra svona fyrirfram? Já, það er komin ágætis skráning. Ég er bara ekki alveg á hreinu með nöfni sem er, en það kemur bara í ljós. Hjörtur Bergstæður, hann ekki staðar hann það? Já, það er búið að reyna við hann sko, en ég veit ekki hvað verður sko. Fjölnir Þorgeirsson? Já, það er góð spurning, það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Hvernig svo mótið náttúrulega frá föstudegi til sunnudags, hér verða náttúrulega veitingatjöld og læti og hamagangur. Stemmingin hefur verið góð undanfarin ár. Veðrið, spáðu fyrir því? Okkur sýnist og erum mjög bjartsýn að verði gott. Eldgos? Já, það getur orðið, það kemur bara í ljós. Það skiptir engum máli hvernig veðrið er. Við höfum svo góða höll hérna að fólk getur setið inni og fengið sér að borða og haft það bara gott. Svæðið þetta flottast á landinu að verða, erum við ekki sátt með þetta? Jú, mjög sátt við það. Þetta er orðið flottasta svæði landsins og býðum eftir landsmóti hér eftir örfá ár. Góðu gestir, þetta er komið, metamótið, skráðu ykkur, hefst á 5. stendur til mánudags, núna á 5. byrjar skráning, endar á mánudeginum, ekki spá í þetta, ekki spekulera, skráðu ykkur. Krakkar, takk fyrir og gangi ykkur vel með mótið. Já, takk fyrir. Aðeins að minnast á eitt í þetta, það er á laugardagskvöldinu, það er uppboð á sæti og ég vil gjarna biðja þig að aðstoða mig við það að bjóða upp sæti. Þú voru að útskýra þetta eins og erum við nánar. Uppboð á sæti til að komast í úrslit. Get ég keypt mig inn í úrslit? Ég ætla bara að borga strax. Hvað borga mikið? Þú ert að stýra þessu sjálfur með mér á laugardagskvöldinu, það er málið. Við verðum hérna með opið hús og góð stemming og þarna verður sagt uppboð og það er allum heimilt að bjóða í sæti og þarna hefur verið mikil hiti í mönnum, mikil áhugi, þannig að menn hafa opnað veskið sitt og það hefur verið mjög skemmtilegt að hafa þetta og ég skora því að aðstoða mig. Og hvert fer peningurinn sem að verður borgað fyrir sætið? Við stefnum að því að nota það í æskulistarf spretts. Til að efla hestamennsku? Að sjálfsögðu og styðja við unga fólki þarna í spretti, ekki veitir af. Það er mikill áhugi og hugur í ungu fólki og við viljum hvetja það til betra hestamennsku með því að styðja meðal annars með penningum. Vil ég stela á þetta? Ég tek þátt í þessu, það er klárt. Glæsilegt, þakka þér fyrir það. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar